Að sunnan í boði holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efri Vík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 4600. Gæðavottaðir steinrimlar, bása milligerðir fyrir kýr, kvíur og kálfa, skágrindur, milligerindur og festingar. Landstólpi.is. Komið blessu og sæl. Við heilsum ykkur hérðan úr landnámi Ólafs Tvennumbrúna sem að greinilega hefur verið smekkmaður. En hann meðal þeirra sem að koma við sögu í þessum þætti að sunnan. Ólafur þessi bjó á Ólafsvöllum en kirkjan þar einn af áfangastöðum þeirra sem ætlaði að leggja í pílegrímagöngu frá Strandarkirkju að Skálholti í sumar og við heyrum nánar af á eftir. En aðeins þetta nafn. Það veit enginn hvað Tvennumbrúni þýðir. Það gæti verið tvíbrýndur, kannski augabrýrnar, en hann var hamrammur að afli, sterkur, og hann heygður hérna í fjalli, eða í Vörðufelli, í Brunahaug held ég heiti, og Brúnavellir hérna ofar, og Húsatóttir, þetta allt saman staðarnöfn sem tengjast Ólafi Tvennumbrúni. Það heldur ekki vita hvort kirkjan á Ólafsvöllum nefnd eftir honum eða Ólafi helga Noregskonungi. Kannski báðum, en hitt vitað að Ólafur Tvennumbrúni kom frá Lófóten og nam skeiðin milli Þjórsár og Hvítár og minningans lifir góðu lífi í sveitinni. Og þá förum við svona strákar og við bara svona spinnum í gegnum þetta fyrsta atriði. Það má ef til vill kalla fleiri landnámsmenn í þessum þætti því að þeir félagar Kasper, Jesper og Jónatan hafa verið fyrirferðarmiklir í íslensku listalífi síðan þeir námu hér land á 7. áratug síðustu aldar og enn ekkert lát á vinsældum þeirra. Við heimsækjum leikfélag Austur-Eyfellinga sem æfir nú Kardemömmubæinn á Hvolsvelli. Kamilla! Mikið spilaru vel. Finnst þér það? Afskaplega vel. Þakka þér fyrir. Er Kardemömmubær eitthvað líkur Hvolsvelli? Nei, það engin þurrt hérna eins og hjá Tóbíasi. En eru ræningjar? Nei. Ekki heldur? Nei. En einhver svona Sofía frænka hérna á Hvolsvelli? Nei. Nei, engar Sofíur og engir ræningjar í Rangárþingi eystra og það líka allt með kyrrum kjörum og flúðum þar sem við heimsækjum einu límtrésverksmiðju landsins en fyrsti viðkomustaður okkar í Flóanum. Hann var lögga, hún hjúkrunarfræðingur og vinnur reyndar við það enn. Saman áttu þau draum að finna sér stað fyrir hestana sína og kannski eins og eitt hjólhýsi. Fasteignaauglýsingarnar freistuðu og dag einn sáuðu auglýst land í Flóanum. Það var bara rokið á stað og skoðað og keypt. Og svo bara selt hesthús og hús í Garðabænum og bara brusast að stað. Ég hef nú oft sagt að þetta allt henni mæði minn að kenna. Hún vildi fara í hestamennsku og ég var hérna á sínum tíma bara í golfinu og undi hagminni vel í því. En hún vildi endilega fara í hestamennsku og ég sagði henni að þú veist hvað þetta kalla yfir þig ef við fáum okkur einn hest eða 2 þá endar þetta í 20 hestum og 40 hesta hús og þetta verður bara vesen. Og ég hafði lög að mæla þetta endaði á því að við erum núna í dag komin í sveitina með 20-30 hross og 40 hesta hús og krá og guð með þetta hvað. Hestar spila stórt hlutverk í Kríumýri og veturna má sjá 20-30 folöldi í hesthúsinu sem eru þar í pössun. Hirðingu, myndu hestamenn segja. Það gefur manni mikið þegar maður fer út í hesthús og að gefa þeim heyið og geta sest niður og hlusta á tyggja döðuna. Það er ávið besta jóga.
Og svo það kráin sem var til fyrir hreina tilviljun þegar þau María og Hörður voru að velta fyrir sér hvað þau ætti að gera við gamla flatgryfju sem fylgdi með í kaupunum. Nú síðan bara erum við hér eitthvað að vafrastu eignina hérna, þetta stóra hús sem hér og erum hérna nýri í þessari flatgryfju sem sagt og hún öll í bara drasli og drullu og kindaskít og guð má veit ekki hverju. Og við erum hérna að klóra okkur í hausnum og hugsa hvað fjandan getum við notað þetta í? Þetta svo mikið pláss og við bara erum eitthvað að spá og spekla á. Nema þá bara hérna finnum við hérna skilti sem svona auglýsing fyrir Fostersbjór sem liggur hérna bara í öllu draslinu. Og við þurrkum af þessu og kallinn hengir þetta upp á vegg og var fínasta skilt og svona. Og hérna þá segi ég allt í einu, hvernig verður nú bara að opna bar hérna? Nei, ég meina bara að pröfa, nota plássið, bara að pröfa. Drífum bara í því, svo var það bara gert. Og það var bara hér sagaðir út gluggar og málað og slett gólf og flota gólf og stimplað og svo þeir í Bíkó voru liðlegir við okkur og hérna sponsoru okkur með efni í barinn og barborðið og allt þetta og svo kom þetta bara svona, ég fór í góða hirðinn og keypti fullt af drasl og dóti og náði gamlar eldhúsýrindingar inn í eldhúsið og svo bara var þetta allt í núna í bar. Og vissuð þið ekkert hvað þið voruð að gera í rauninni? Nei, við vissum ekkert hvað vorum að fara út í, ekki neitt. Þetta blessaðist þó allt saman og fljótlega var farið að bjóða upp á kjötsúpu og grillu lambalæri og staðurinn vinsæll meðal hópa. Sérstaklega íslenskra sem að vilja koma og gera sig glaðan dag og vinsældirnar fara stöðugt vaxandi. Auðvitað langar okkur að láta þetta svona bera sig og vera eitthvað svona, vera svona svolítið sér á parti sveitakrá sem svona rá og fá túrista því að túristar eru rosalega hrifnir þegar þeir koma. Þá erum við með hestana hérna úti og hann hefur verið að hérna, teima undir þeim og svo hafa það fengið að fá að fara heim og skoða heimilið mitt og þetta finnst þeim rosalegt upplifelse. En þetta er gífurleg vinna en maður þorir ekki einhvern veginn að sleppa öllu öðru og hella sér út í þetta. Það svolítið, hefur verið hræðslan eiginlega frá upphafi að þora því ekki. Vegna þess að þetta svo ótrygg afkoma. Þetta einhvern veginn svona, en jú, draumasýnin náttúrulega að láta þetta bera sig. Það náttúrulega draumurinn. Þetta það besta sem við höfum gert. Maður getur aldrei hugsað sér að flytja í bæinn aftur. Ég segja það nú að geta labbað út í garð og pissað eins og nokkur gerir athugasemdir við það. Það náttúrulega forréttindi. Það toppurinn á tilverunni? Ekki það ég sé alltaf að því. Toppurinn á tilverunni. Já, ég get nú sagt til dæmis eina litla sögu af því að einn morgun þegar ég var að fara í vinnuna, það var þenn tíma þegar ég var að vinna sem sjúkdómaflutningamaður á Selfossi. Einn morgunni vaknaði klukkan 6 og geng út á palli hjá mér í íbúðarhúsinu og þar í 20 metra fjarlægð liggur meri og að kasta folaldi. Og fuglasöngurinn og þetta var stórkostlegt. Þvílík forréttindi að fá að upplifa svona, það gera menn ekki í bænum. Og þú myndir ekki skipta á því og löggulífin í Reykjavík? Nei, ég myndi ekki gera það. Ekki þar fyrir, það var ágætt á sínu tíma en þetta stórkostlegt alveg. Skeifur hafa löngum verið settar upp til heilla og ef til vill hefur fyrsta verk Límtréverksmiðjunnar á Flúðum tryggt fyrirtækinu farsæla framtíð. Skeifan var gjöf til Hestamannafélagsins Smára árið 1983, árið sem allt hófst. Upphafið af þessu rauninni Guðmundur Magnússon sem hér húsmíðameistari. Hann rauninni byrjaði með þessa hugmynd og fékk sveitafélög hérna í kring, 4 sveitafélög. Og þau stofnuðu þetta fyrirtæki 82 og framleiðsla hófst 83. Hvernig vinnustæður þetta? Þetta eru bara mjög fínn vinnustæður sko. Það hérna, móratinn mjög góður og starfsmannaveltan lítil og þannig að ég held að menn séu bara nokkuð sáttir við vinnustæðin sko. Þennan hring gerðum við átt að vera fyrir Húsdýragarðinn í Reykjavík. Það var þegar það voru pantana þá klippuðu menn á því að
þeir pöntuðu radíus í stað fyrir þvermáli á honum. Þannig að hringurinn var ekki alveg passlegur í turnin hjá þeim og það var að gera bara annar hring minni. Það kom svolítið á það þegar átt að fara að flytja hann og hann var aðeins stærri en þeir héldu við. Og þetta hérna er hvað? Þetta er upphafið af framleiðslunni hjá okkur hérna. Þetta er vaskina hérna sem er hér, við köllum þetta þingrara. Og við byrjum á því að mata vélina hérna með tveimur styrkleikaflokkum með efni. Vélinn sækir efni hérna bara í sikkert punktið eftir sem við á. Og hann matar vélina og rakamæli hverju einustu fjöl. Svo fer að fjalirna hérna áfram, inn í hérna fræsara. Það eru sægir sem að saga endana rétta á fjölinni. Síðan koma fræsuhausar og fræsa þessar fingur í endan á fjölinni. Og síðan kemur límvél og hún fer inn í endan og sprautar límvél inn í þessi endan. Svo fer þetta áfram bara í pressu sem að ýtir fingurskeittunum saman og rauninni býr til lengju bara eins og við viljum hafa hana. Þetta timbur, þetta er ekki íslenskt eða það? Nei, þetta timbur sem við erum að framleiða úr kemur allt frá Svíþjóð. Það er styrkleikaflokkað efni og sérstaklega framleitt fyrir límdræðsframleiðslu. Hafið þið ekkert verið að prófa íslenska nytjaskóa? Jó, við höfum reyndar aðeins prófað þetta. Við höfum verið að líma lerki og svona aðalega lerki bara fyrir í brýr og límdum hérna brú sem er í Fossvogsdalnum og lerki frá Hallastað og við höfum verið að líma aðeins og lerki frá Tjarnaskógi í skiltagerð fyrir hérna Vatnajökulsþjóðgarð. Er eitthvað öðruvísi tilfinning að vera með íslenskt í höndunum heldur en sænskt? Já, maður er alltaf svolítið svona spenntur fyrir því, sko. Það er gaman að prófa þetta og vinna þetta íslenska efni, sko. Er þetta framtíðin? Eigum við einhvern tímann eftir að framleiða nógu mikið til þess að geta staðið undir svona? Já, ég hugsa að við getum alveg notað meira af þessu, sko. Við getum lengt tréin á Íslandi bara með þessum aðferð sem við erum með í fingursskeytingum. Búið til lengri fjalir og nota þær í svona, kannski ekki burðavirki en svona eitthvað annað minna. Þannig að Svíarnir bjarga okkur eitthvað áfram? Já, það höfum ekki lifað þeim eitthvað. Ef þú horfir aðeins svona til framtíðar með okkur, hvernig lítur lífið út í upphafi árs? Það lítur bara vel út. Það er bara búið að vera gott að gera síðasta árið og stefnir því að þetta ár verður bara mjög gott líka og hérna, já, það er svona bara lítið mjög augum á þetta. Þið eru að fara að byggja við þetta ekki? Jú, svo er að koma hérna ný verksmiðja við hliðina á okkur sem er búið til steinullareiningar. Við erum að vonast til að koma þessi í gang fyrir páska. Þannig að þetta er alltaf saman blómstrandi hérna á bökkunum bara? Já, þetta er bara allt bjartur að mynda, sko. Það er allt á öðrum endanum, föt og dót og drasl út allt og ræningjarnir eru að leita og finna ekki neitt og þá förum við svona að strákar og við bara svona spinnum í gegnum þetta fyrsta atriði og tökum svo söngin okkar. Svona eins og við getum nema Jesper er raddlaus í dag, þannig að hann fær að spara röddina sína. Og stór söngvarnir hérna, þeir það. Ok, þá förum við bara og núna förum við í karakterinn okkar strákar. Það er líf og fjör í Hvoli, félagsheimilinu á Hvolsvelli, því við erum á fyrstu æfingu á Kardamómubænum eftir Torbjörn Egnir. Þetta er sem sagt leikfélag Austur-Eyfirðinga sem var stofnað 1970 á Skógum og við sýndum, fyrstu árinu var sýnt í Skarðshlíð, óupphituðu húsi. Þar vorum við fyrstu svona 10-15 árin, sko. Og þá var bara verið í úlpum alveg fram á sýningu, sko.
Þannig að þetta búið að vera lengi starfandi. Og þið klár? Og krakkar, allir núna með? Já, og munið, lifandi og alveg athyglinna á allt sem að gerast. Og aftur, og svo. Margrét, þegar við löbbuðum hérna inn, þá áttum við vona að sjá hér fullorðið fólk, bara en hér var allt fullt af krökkum. Já. Hvernig stendur á þessari blöndu? Það bara, ég er búin að vera með svona leiklistakennslu hérna í Hvolsvelli, hérna í þessu félagsheimili í 15 ár og fullt af börnum sem eru búin að taka þátt og mér er alltaf finnst vant að þau fengi að koma fram. Kemur Tommi með asnan og manstu nú tala hátt og skýrt og hvað byrjar hann á að segja? Kamilla, mikið spilaru vel. Finnst þér það? Afskaplega vel. Þakka þér fyrir. Pabbi minn spila líka vel. Hann spilar á horn. Það skemmtilegt hljóðfæri. Bæjarhljómsveitin á að leika við hátíðarhöldin í dag. Þá færð að heyra til hans. Soffía frænka segir að hátíðarhöld og skemmtanir sé ekki fyrir litlar stúlkur. Þess vegna verð ég að vera heima og Soffía frænka líka. Hvar húan mín? Hvar hettan mín? Hvar gamla fjáragata flautan mín? Það eru 2 litlir og 1 gamall í ræningjagenginu. Já, ég ætlaði alls ekki að leika í þessu. Ætlaði nú að láta heldur betur nægja að vera bara í leikstjórastólnum. En svo var þetta bara þrautalending. Við stóðum frammi fyrir því, einhvern tímann, að það var búið, jú, eftir í rauninni ansi mikið basl að manna verkið. Og þá einhvern veginn var mér bara litið í spegil og datt í huga. Þarna væri hugsanlega einn og sá eini kannski sem ég gæti snúið upp á höndina og skikka til að vera með. Og hann hlýddi. Ég viss að það var hér allt í gær. Þannig að þetta ekki áratuga draumur að rætast? Nei, ekkert svoleiðis. Ég hef nefnilega, þó ég hafi varið bróður hluta ævinnar í leikhúsi, þá var það aldrei minn draumur sem krakki eða neitt slíkt, eins og ungu krakkarnir hérna eru að segja við ætlum að verða leikarar og allt það. Nei, það var aldrei minn draumur og það var ekki fyrr en bara hún Margrét Tryggvadóttir plataði mig til þess að vera með í Önnu í Stóruborg að ég prófaði þetta í fyrsta skipti og núna eins og ég segi neittist ég eiginlega til þess, en þetta er ægilega gaman. Veistu Jesper, að það gerir ekki svo mikið þegar þú ert í stígvélinu því það sér það ekki. Hún platar fólk í ýmislegt, Margrét. Já, Margrét bara þannig að það ekki hægt að segja nei við hana. Hún bara ein af þeim. Eigum við ekki, bráðum að bara fá eitthvað að borða. Þá á Jesper að búa til matinn núna. Þegar ég kom hérna á Hvolsvöll þá var ég að vinna hérna í skólanum og var að setja upp árshátíðir og svona með krökkunum. Og svo fannst mér bara að það ætti bara að kenna þeim leiklist í skólanum. En það voru erfitt að koma leiklist inn í skólana. Þannig ég ákvað bara að gera þetta á vegum leikfélagsins í félagsheimilinu hérna, utan skóla. Hefur einhverja tölu á þeim sem eru búin að rúla hér í gegn að þér á námskeiðum? Nei, ég hef það ekki. Það nú uppgilega eitthvað 200-300 krakkar, Þau hafa sem sagt töluverða reynslu krakkarnir sem taka þátt í sýningunni. Eins og til dæmis hún Andrea sem hefur stundað leiklist í 4 ár. Ég hef búin að horfa svo margar leiksýningar í Borgarleikhúsinu og þá fannst mér orðið svo bara gaman að sjá hvernig þau komið fram. Þannig að ég ákvaði að frétta það bara að byrja leiklistin á Hvolsvelli. Þannig að ég bara datt í huga að byrja. Og hvernig var þegar þú byrjaðir? Það var mjög skrítið fyrst en svo bara gekk ekkert allt upp og mér fannst mjög gaman. Og ég er búin að gera held ég 10 leikrit. Hvernig líður þér svona rétt áður en þú lappar inn á sviðið? Maður bara hugsar að þetta sé ekkert mál, það er bara einn fyrir fram á mann og svo er maður bara að tala venjulega. Við rænum Soffíu frænku. Það verður nú enginn hægðar leikhús. Og þetta leggst vel í þig og það verður allt klárt í mars. Vonandi, það er langt í landi ennþá, svo sem eins og eðlilegt er. Við erum svo sem ennþá bara að fara í gegnum þetta svona í fyrsta skipti og meira sé að gerfin og búningarna sem við erum með þetta og meira bara svona eitthvað æfingadót og svo framvegis. En það er eins og með þetta, eins og alltaf í áhuga leikhúsi, það er bara eitt sem þarf til, það er áhugi þeirra sem taka þátt í því og hann er til staðar, þannig ég er bjartsýn. Þá er það ákveðið.
Pílagrímagöngur hafa þekkst frá aldaauðli og frægasta leiðin án Eva Jakobsvegurinn svokallaði sem hefur laðað til sín tugi þúsunda göngugarpa á undanförnum árum. Ýmsar útgáfur af slíkum gönguleiðum eru til hér á landi og nú hafa nokkur sveitarfélög í Árnessýslu tekið höndum saman og búið til einkar metnaðarfullt ferðalag frá kirkju til kirkju. Við ætlum að búa til eða finna og stika gönguleið frá Strandakirkju upp í Skálholt í gegnum Ölfusveit og Flóann og Skeiðin og snúa kannski tilbaka þeirri hugmynd að fara úr Skálholti niður á Eyrarbakka og alla leið til Noregs. En það kannski upphaflega hugmyndin að fara úr Skálholti hingað niður eftir en svo breytist þetta og kannski koma fleiri að, jafnvel þeir sem ekki sjáum og breyta þessu í Strandakirkju, Skálholt. Byrjum hérna í Strandakirkju, göngum að Þorlákshafnarkirkju og síðan í Eyrarbakkakirkju, Stokkseyrakirkju, upp í Ólafsvallakirkju og svo í Skálholt. Og það sem er svolítið merkilegt það að þetta á milli Þjórsár og eigum að segja Hvítár hérna, það sem hinn eiginlega Árnessýsla er. Hvaða erindi eiga pílagrímagöngur við okkur núna í dag? Já, ef ég vissi nú svarið við því, þá gæti ég nú orðið ábyggilega milljónir af því, en það er eins og að sé að vakna hjá fólki þörf eða löngun til þess að fara út á ganga með sjálfum sér og ósýnilegum vini, svona tilvistar ganga. Og þar sem gönguleiðin sem slík er ekki markmiðið, heldur það sem gerist á göngunni. Það er eitthvað sem gerist þegar fólk fer að ganga og vonandi gleymir að símanum sínum heima, þannig að hugurinn fer á flug og holdið einhvern veginn og það getur orðið heilu sönglög og bækur og skáld hafa ort í göngutúrnum sínum og svo líka þetta að það gerist eitthvað í þér. Ég meina, elskendur, ástfangi fólk fyrir út að ganga, er það ekki? Og hvað gerist í göngutúri hjá þeim? Eitthvað fallegt kannski. Og þegar við erum gömul þá þráum við það að fara út að ganga. Ísland hefur eitthvað fram að færa sem Evrópa hefur ekki fram að færa í gönguferðum og líka pílagrímaferðum. Það hafa sagt mér erlendir pílagrímaprestar sem hafa gengið með okkur að það smellur eitthvað saman hjá þeim hér á Íslandi sem ekki small til dæmis út í Noregi eða út í Þýskalandi. Og það er þessi einhvern veginn djúpu tengsl við sköpunarkraft náttúrunnar, þessi harða og blíða náttúra í senn. Og svo kannski gengur heilan dag og sérð ekki neitt, ekki sálu. Þetta er mjög eftirsóknarvert. Fyrsti hluti pílagrímagöngunnar verður sunnudaginn 22. maí. Þá verður farið frá Strandarkirkju í Selvogi sem leið liggur meðfram sjónum til Þorlákshafnar. Farastjórar verða þær Edda Laufey Pálsdóttir og Barbara Guðnadóttir. Síðasti hluti leiðarinnar er síðan 24. júlí. Þá verður lagt af stað frá Ólafsvallakirkju í Skálholt á Skálholtshátíð og þá munu Axel á Njarðvík og Halldór Reynisson fara fyrir göngunni. Nánari upplýsingar alla áfangana má svo finna á síðu Ferðafélags Íslands sem að er samstarfsaðili sveitarfélagana sem að göngunni standa. Góðar hugmyndir ábyggilega vakna víða og verða annaðhvort eins eða margra. Og þetta hefur þróast út í því að vera samstarfsverkefni nokkra aðila sem er betra. Því að menn segja að Róm hafi ekki verið byggð á einu degi en það byggir enginn einn maður Róm. Það þarf lið. Bjartur og Sleipnir og Gola og Júpíter og Merkur. Að sunnan er í boði Holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn.
Hótel Laki, Efrivík, Kirkjubæjaklaustri, sími 412 4600. Gæðavottaðir steinrimlar, bása milligerðir fyrir kýr, kvíur og kálfa, skágrindur milligerðindur og festingar, landstólpi.is.